Þetta ekki, tekur báða sigrana í forkeppninni. Þýttir að vera sáttur með þetta? Þetta var glæsilegt. Ég er bara mjög ánægður með þetta. Þetta voru þrjú alveg bara mjög góð lið og sáum það bara á mannskapnum. Haukarnir spiluðu bara með sitt sterkasta lið sem eru bara fullt af strákur sem eru að spila bara í efstu deild og í sterku liði. HK með gott lið líka og þannig að ég er mjög ánægður með strákan okkar. Bara mjög stoltur af þeim. Í fyrir leiknum móti Haukum þið vinnið með 2 mörk eftir að þið leituð leikinn allan tíman og voruð komin með þó nokkuð góða fórystu svona þangað til í lokakaflanum með seinni hálfleik, þá missið þetta aðeins niður. Já, þeir svona Janus fór aðeins að taka leikinn svona yfir og kannski ekkert skrítið, hann er það góður. Og við áttum við svolítið basli með hann skoraði hérna 3 mörk í röð og þannig að þeir komu svona svolítið inn í þetta og ekkert óeðlilegt í það, þeir eru með rosa lið. En mér var alveg saman það, við unnum með 2 og það var bara frábært að vinna svona sterkt lið eins og Haukar. En svo í öðrum leiknum þá kannski sjáum við þreytuna aðeins segja til sín, svona aðeins jafnari leikur en sá fyrri? Já, það var alveg hárrétt hjá þér, þetta var svona út með unglinga, út með þreytta unglinga sem eru svona, þá fara þeir svona að vera kærulausir og svona og það var alveg, við byrjuðum hérna fyrstu 5 alveg á fullu og allir rosa til, svo fer þreytan að kikka inn og þá voru þeir svolítið svona, og þá voru leita bæði lið, þannig að en það var gott að landa þessu. En nú þið búin að þegja ykkur og Haukar búin að þegja sér sæti, þið þekkið enga aðra mótari eða eins og Jú, við svo sem hefum verið að spila, ég er búinn að vera að þjálfa á það í 2 ár núna, þetta er 3. árið. Við vitum alveg að HK er með gott lið, FH og Haukar og Valur og þú veist, við þekkjum þetta alveg sko. Það er bara gaman að geta verið að spila við bestu liðin sko. Og hvernig leggst svona deildin í ykkur? Bara mjög vel. Það verður bara gaman og eins og ég segja, það er töluverður getumunur á milli efri og neðri deildar. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að spila við bestu liðin, bara fyrir okkar stráka þroska. Þannig að þetta verður bara gaman, ekkert annað. Í seinni leiknum þá kemur smá ágreiningur á milli þjálfara þegar sem þeir eru ekki sammála um reglu HSI. Já, bara mjög góð spurning. Ég held að ég bara tók þessu þannig að við mættum sleppa vestinu. Það getur vel verið að Gulli hafi haft rétt fyrir sér. Arnar verður að taka það á sig því hann valdi þetta. Við vorum að spila leik með meistaraflokk í gær þar sem við notuðum þetta svolítið. En ég bara, og ég skal alveg segja það, ég veit ekkert það. Og ég hef svo dómarður að ekki heldur vita. Við vitum það allavega núna eftir þetta. En það er kannski ástæða til að leggja inn spurningu til HSI og... Mjög góður punktur, spurja Robba og þá í dómaranefndinni hvort að þetta megi í öðru flokki og þessum með hraðmóti hvort þetta megi, þetta var... Þetta skiptir svo sem ekki höfumáli en þetta var alveg mjög, þetta var svona vandræðilegt augnablik þar sem við þjálfararnir kunnum ekki alveg reglurnar. Heyrðu, takk alveg og til hamingju. Já, takk fyrir, já takk.